Það er mikill hugur í körfuboltafólki á Akureyri þessar mundir. Bæði liðin keppa í fyrstu deild og stefnan auðvitað sett á það að fara upp. Hann Karl Eskil Pálsson hitti leikmenn liðanna og þjálfarann sem segist bjartsýnn á góðan árangur í vetur. Bæði lið líta bara vel út og ætla að vera í baráttunni að komast upp deild og fara í efstu deild. Þetta fyrsti veturinn sem þú þjálfar liðin hérna á Akureyri. Já, maður nýr hérna og svona aðlagast lífinu hérna en körfuboltalega bara virkilega gaman og svo náttúrulega fyrir þetta hvað þetta er fallegur og skemmtilegur bær. En þú hefur nú þjálfað nokkur liðin? Já, maður ekki víst að byrja í þessu, maður er kominn á aldur þannig að maður er búinn að vera einhver 20 ár í þessum bransa þannig að vonandi nýti sú reynsla eitthvað hérna á Akureyri. Er það þá rétt skilið hjá mér að stefnan er upp á við hjá báðum liðum? Já, klálega. Ég er svo sem ekki rætt við neina í kringum liðin en ég ætla og er búinn að setja stefnun upp með bæði liðin, það er engin spurning. Heiðarhlín, hvernig líst ykkur stelpunum á þetta að fara upp, setja markið á að fara upp í efstu deild? Það er alltaf gaman að hafa svona hámarkmið og gaman að fá loksins alveg þjálfara til Akureyrar og virkilega stefna eitthvað því að stefnan hefur aldrei verið nein sérstök þannig að það er mjög gaman að fá þjálfara eins og Benedikt og auðvitað stefnum við að komast sem lengst. Þið eru núna satt í fyrstu deildinu og getið að fara upp í efstu deild? Já, við erum í fyrstu deild og Dominus-deildin er þá efstu deild. Er þetta hörð deild? Fyrsta deildin er mjög hörð þetta árið sko. Það var eitt lið, úrvalsdeildin sem dró sig niður. Þannig að það kom bara auka keppni og já, þetta er bara mjög spennandi vetur. Hversu margar eru þið sem að æfa? Við erum 17 í æfingahóp, þannig að það er alveg nóg. Það er að velja lið og svona, þannig að þetta er bara skemmtilegt. Er þetta svona bland nýliðar og svo reynsluboltar? Já, við erum margar ungar sem erum bara stíga okkur svona fyrstu skref í meistaraflokk og svo eru þarna inn á milli mjög efnilegar og svona eldri konur sem við talum hvað þeir eru að gera sko. Þröstur Leó Jóhannsson, þú ert nú ekki að taka þín fyrstu skref í körfuboltanum en fyrstu skrefin hérna á Akureyri. Jú, það passar. Maður er búinn að spila bæði í Keflavík og Sauðárkróki, meistaraflokknum. Aldrei spilað í fyrstu deildinni áður, þannig að það er bara skemmtilegt verkefni og í góðum mannahóp. En þú ert Suðurnesjamaður? Já, kemur úr Mekkani eins og þið komist að í einhverjum umræðuþættinum daginn. En hvernig líst þér svona á liðið hérna? Mjög vel. Það eru flottur árgangur að koma upp og ennþá flottur árgangur sem bíða þar fyrir neðan og komast upp í þetta prógram sem við erum með. Og meina bara eins og við Heiðarhlín talaðum að bara er spenna framundan með góðum þjálfara og góðum viðbótum við það sem er búið að vera að byggja upp hérna síðastliðin ár. En Akureyrar liðið í karlaflokki hefur svona verið nálægt því að fara upp gegnum tíðina en ekki alveg tekist. Nei, það er mitt búinn að fara síðustu 5 árum 2-3 í einhver umspil en ekki náð sko. En það lítur alltaf öðrum augum núna. Stefnan er skýr. Og þið með toppþjálfara? Sjálfsögðu, toppþjálfara og bara topp leikmenn og allt til staðar til þess að gera það sem þarf. Þið komið til með að spila ykkar leiki í íþróttahöllinni eða hvað? Jú, það er skemmtileg viðbót og bara frábært að spila þar sko. Veit að handboltinn hefur verið þar eitthvað en þeir eru ekki þar lengur og húsið hentar körfubolta mjög vel og bara spennandi að spila í stóru og góðu íþróttum með góða sögu. Benedikt, hversu oft í viku eru liðin að æfa? Karlarnir eru 6 sinnum, stelpurnar 5 sinnum og það er bara vel tekið á því þannig að æfingarnar nýtast vel og þetta væri við til í að fá kannski betri og fleiri æfingartíma en það er erfitt að komast inn í húsin hérna þannig að við látum þetta duga eins og er og nýtum þetta sem allra best. En að æfa 5 og 6 sinnum í viku, það er nú bara töluvert, þetta er hálf atvinnumennska. Já, það þarf að æfa mikið og vel til þess að ná árangri og eins og markmiðin eru þá hefur komið fram, þá ætlum við upp og það er margt sem að þarf að ganga upp, bæði æfingarlega séð og annað. Við þurfum að fá
góðan stuðning úr bænum. Við erum að reyna að smala fólki í 7. mannin. Við þurfum að fá fólk á leiki, þannig að umgjörðin og svona bakveipi frá bæjarfélaginu þarf að vera til staðar svo við náum þessum markmiðum. Þannig að þess vegna erum við svona að reyna að virkja fólk og fá það til þess að kíkja á körfuboltaleiki og líka síðan unga krakka til þess að mæta á æfingar og prófa. Það skiptir miklu máli að það sé vel mætt á heimaleikina og liðin hvert áfram. Það skiptir bara öllu máli og það er það sem allir sem hafa verið í kringum íþrótti þekkja að stuðningurinn er lykilatriði þegar það kemur að árangri. Þetta ef að leikmenn og stjórn og þjálfarar eru bara einir að brasa í þessu þá er þetta miklu erfiðara. Þetta er ekki bara klisja. Nei. Þessi klisja var ekki fundin upp af því hún merkir ekkert, þannig að þetta er bara mikill sannleikur. Heiða, þið mætið alveg galvaskar 5 sinnum í viku? Já, alltaf hressar 5 sinnum í viku. Þannig að maður tekur bara á því eins og Benni segir maður að gera sko. En þið spilið ekki ykkar heimaleiki í íþróttahöllinni, þið eruð í Glerárskóla? Nei, við erum í síðuskóla. Í síðuskóla, já. Já, spilum okkar heimaleiki í síðuskóla og erum á æfingum þar og það hentar okkur bara ágætlega. Ykkar fyrsti heimaleikur, hann er nú ekki alveg strax eða hvað? Hann er 7. held ég, 7. nóvember. Þannig að bara endilega allir að mæta í síðuskóla. Þá er föstudagsþættinum lokið að þessu sinni. Góða helgi.